dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og flugvallavinna að efla umhverfisvitund reykvískra ungmenna. Þar tekur fyrstu til máls borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Þá fyrir tillagan komin í farveg og samþykkt vísin til borgarráðs og þar munum við auðvitað vinna með hana áfram. Þessi tillaga okkar er eins og svo fyrri að hún hefur verið samþykkt áður eða svipuð tillaga 2012. En ekki unnið nógu mikið með það, jafnvel ekkert. Framsókn og flugvallavinnur eru með okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins í þessari tillögu og hún hljóðar svona með leyfi forseta. Borgarstjórn beinir því til grunnskóla borgarinnar og auka fræðslu mikilvægi þess að halda borginni hreinni. Skólastjórar eru hvattir til að virkja nemendur í að sinna hreinsun í kringum skólan og nágrenni þeirra, enda hefur slíkt ótvírætt fræðslu og uppeldi skildi. Þannig hljóðar þessi tillaga. Og bara örfá orðum þetta að það eru auðvitað mjög mikilvægur liður í uppeldinu og skólar eru taka þátt í uppeldinu með okkur foreldrum. Það nú held ég ansi óumdeilanlegt að það er mjög mikilvægur liður í uppeldi allra að við sjáum ástæðu til að bæta okkur umhverfi og fræðsla er mjög mikilvægur liður í því. Og það er mjög þroskandi fyrir ungmenni að geta tekið þátt í því að bæta og fegra sitt umhverfi þó í litlu sé. Sem hefur þau áhrif að flesti sem eru þáttakendur í því uppeldinu líta á það sem eðlilegan hlut að beygja sig eftir rusli á götu en ekki eins og borgarfulltrúi Björn Blöndal sagði hér áðan að henda því á götuna. Að beygja sig eftir rusli á götu þó að því að vera henda öðrum og taka þátt í því að halda umhverfi sínu borginni sinni hreinni. Og ég las það í ritgerðum tengsl útivistar, fræðslu og umhverfisvitundar að þar kom fram að það hafi verið sýnt fram á það með vísindalegum aðferðum að það sé marktækur munur á milli þeirra einstaklinga sem að stunda útivist og hafa fengið fræðslu um umhverfið og þeirra sem gera það síður. Það ætti kannski ekki að koma óvart. Margir grunnskólar hafa sem betur fer hluta af sínu námi einhvers konar útivist og það er til mikillar fyrirmyndar og við munum kannski eftir nýlegri umræði að kennari við eitt skólan hér í borginni virkjaði nemendur sína til útivistar og tiltaktar og þar steig foreldri inn í umræðina og var ósátt við að barnið hans tæki þátt í því að hreinsa til á skólalóðinni. Ég man að þegar ég var í grunnskóla þá var þetta bara eitt af þeim verkum sem var farið í á ákveðnum tímum og ég held að okkur öllum hafum bara þótt að frekar skemmtilegt svona þegar upp var staðið því að alltaf var gert eitthvað skemmtilegt í framhaldi af því. En þið kannski munið það að þarna steig foreldri inn í umræðina og var ósátt við að barnið hans tæki þátt í því að hreinsa til á skólalóðinni. Það var eitthvað það að brjóta klaka ofan af fótboltavelli með dekkjakurli og nú erum við öll með svona varúð gagnvart dekkjakurlinu. Auðvitað ber að virðast slíka afstöðu en ég tel mig geta fullyrt að langflestir foreldrar vilja að börn þeirra séu frædd og þau séu virkjuð til góðra verka í umhverfismálum. Og bara sem dæmi að Ungmennafélag Íslands sem við berum nú alveg örugglega all virðingu fyrir og þekkjum vel góð verkefni þess að þar er eitt af einkunnarorðum ræktun lýðs og lands og talað að við þurfum að ala upp í ungmennum skilning á þeim áhrifum sem að maðurinn hefur á umhverfið. Þannig að það er bara mjög mikilvægt að þroska umhverfisvitund barna og ungmenna og þessi tillaga gengur út á það og með því að samþykkja hana og láta ekki þar við sitja, heldur framkvæma hana líka, ekki gera eins og 2012, bara samþykkja, ekki framkvæma. Að með því að samþykkja hana þá mun unga fólkið hjálpa til við að brjóta upp hjálpa okkur kannski við að brjóta upp vana og margra og verða sterkari fyrirmyndi í því að hafa umhverfissjónarmið ofarlega á lífsleiðinni. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta en vænti þess að einhverju vilji ræða þessa tillögu
og hafi kannski á henni einhverjar miklar skoðanir, ég veit það ekki, og svo reikna ég með því að það komi til að hér þá að vísa henni í einhverjar áttir. Það kemur í ljós. Takk fyrir. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og þá tekur Skúli Helgason, borgarfulltrúi, næstur til máls. Já, forseti ágæta borgarstjórn og íbúar hér í Grafarvogi. Kæra þakki fyrir að bjóða okkur að vera hér í borgum. Mjög gaman að hleypa heimdraganum og halda fundin hér í þessu ágæta hverfi. Við erum að ræða hér gott mál sem að fjallar tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og flugvallavinna að efla umhverfisvitund reykvískra ungmenna. Og ég vil byrja á því að segja það fyrir hönd okkar í skóla- og frístundaráði. Ég held að það sé mjög jákvætt að við reglulega séum með formlega hvatningu til okkar umbjóðanda, til barna og ungmenna í borginu og auðvitað þeirra sem hafa þann starfa að sjá uppfræðslu og menntun barna og ungmenna í skólum og leikskólum og frístundastarfi í borginni að tryggja það að við göngum vel okkar umhverfi, borgin okkar í hvívetna. Þetta eru ekki nýlunda eins og Halldór Halldórsson kom inn á. Slíka tillögur hafa verið samþykktar áður og þær hafa verið nýttar til þess að samþætta þær áherslur sem hafa verið í gangi undanfarin ár í þessum málaflokki. Ég vildi rétt árétta það atriði sem er augljóst að við erum með mikla áherslu á umhverfismál í grunnskólastarfi og leikskólastarfi í borginni og það er í gildandi námskrám, aðalnámskrám að einn af grunnþáttum menntunar sjálfbærni þar sem að rík áhersla einmitt lögð á þennan þátt að efla umhverfisvitund borgaranna. Það eins vegar langt í frá það eina sem að sá grunnþáttur felur í sér. Mikilvægasti þáttur menntunar til sjálfbærni að efla hæfni einstaklingsins til þess að taka ábyrgð á umhverfi sínu og bregðast við samfélagi sínu og umhverfi svona á heildstæðan hátt. Og það tengist á eflingu lýðræðismenntunar, aukinni vitundum mikilvægi jafnréttis, meðvitundum gildi og viðmið einstaklings, samfélags og svo framvegis. Og það hefur verið hér rekinn svokallaður náttúruskóli Reykjavíkur frá því miðjan síðasta áratug, kringum 2005 og þar heilmikil starfsemi á vegum hans sem hýst á skóla- og frístundasviði og allmörg verkefni sem að náttúruskólinn sinnir fyrir hönd sviðsins. Það má nefna það í þessu samhengi að það eru 2 dagar á skólaárinu sem að beina sjónum barna og ungmenna sérstaklega að umhverfismálum. Það er að segja dagur íslenska náttúru 16. september og síðan dagur umhverfisins sem að í næstu viku 25. apríl. Og margir grunnskólar og leikskóla borgarinnar nýta þessa daga til þess að huga að umhverfinu með fjölbreyttum hætti. Dálítið í anda þess sem að rætt í tillögunni. Það er að segja að hreinsa í kringum skólana og nánasta umhverfi. Skólarnir hafa sjálfsögðu val það með hvaða hætti þeir nýta þessa daga og þeir eru báðir merktir inn á skóladagatalið. Það má nefna líka að 30 leik- og grunnskólar hafa undirritað samning grendarsvæði í samstarfi skóla- og frístundasviðs og umhverfis- og skipulagssviðs. Þetta verkefni þar sem að skólarnir helga sér svæði í nágrenninu sem vettvang fyrir útinám og skipulagt skóla- og frístundastarf. Og það tengist þessu verkefni að skólarnir taka þá umrædd svæði í fóstur ef svo má segja og eiga með sér gagnkvæmt samráð þessi svið þá viðhald, umhirðu og þróun svæðisins. Þetta eru auðvitað ólík svæði, geta verið strandsvæði, skógarrjóður, klapparholt og svo framvegis og innan þessara ramma eru svæði innan skipulara grænna svæða í borginni svo sem í Hljómskólagarðinum, Klambratúni í tengslum við Háskóla Íslands og víðar. Og í tengslum við suma af þessum grendarsvæðum hafa börn fengið tækifæri til gróðursetningar eða ræktunar á sumarblómum en það fer að sjálfsögðu eftir eðli hvers grendarsvæðis. Og ég vil sömuleiðis nefna að fjölmargir skólar borgarinnar, einir 14 grunnskólar og 28 leikskólar taka þátt í verkefnunum Græn skref á vegum Reykjavíkurborgar og eða skólar á grænni grein sem verkefni sem Landvernd hefur umsjón með. Og þetta eru hvort tveggja verkefni sem hafa þetta markmið að auka umhverfisvitund þáttakenda bæði
bæði barna og fullorðina. Og þarna fá þáttakendur viðurkenningu fyrir árangur sinn sem staðfestingu á markvissu umhverfis starfi. Þannig að það er ýmislegt vel gert í þessum efnum í borginni núna en það er mikilvægt að fá brýningu sem þessa og hvatningu til þess að gera enn betur og ég tek henni vel fyrir mitt leyti og legg til að tillögunni verði vísað til skóla- og frístundaráðs og þar verði þá hægt að flétta hana saman við það starf sem að unnið er núna á vegum Náttúruskóla Reykjavíkur. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Jóna Björg Sætran, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti og borgarstjórn. Ég vil koma hérna upp og minnast bara stuttlega á að það hefur verið allavega í þeim skólum sem ég þekki til, þá hefur viðgengist í mörg ár að nemendur fari út og þrífi skólalóðirnar, þrífi næsta nágrenni, þetta hefur verið fléttað inn í umhverfis umræðu í skólanum, einmitt til þess að efla umhverfisvitundina hjá börnunum og þetta er mjög góð tillaga sem er að koma hérna fram núna eða sem er verið að endurvekja hérna núna finnst mér. Þetta er í beinu samhengi við það sem kom fram á loftslagsráðstefnunni sem var haldin í París í desember að hvað er mikilvægt að vekja börnin til umhugsunar okkar nær umhverfi, sóunina í umhverfinu, ruslið sem við vorum að tala hérna áðan, þannig að þetta eru þessar tvær tillögur mjög nátengdar í mínum huga. En það er annað sem að mig myndi langa til þess að tengja inn í þetta í grunnskólanum og það væri líka svona aukin vitundarvakning varðandi matarsóun. Því að það er svo margt í því sem er fleygt út á göturnar, margt af því sem er að fjúka inn á skólalóðirnar og annað, það er eitthvað sem er tengt mat. Það er kannski verið að fleygja frá sér hálfum samlokum sem átt að vera með í nestinu, sem voru ekki alveg nógu góður að bragða, ekki uppáhalds áleggi sem barnið fekk með sér í skólan. Því er bara fleygt. Það er víða sem hluti af ruslun er eitthvað sem hefði geta nýst til matar. Og síðan væri annað sem mætti líka tengja inn í þetta og það er átakið gegn því að það sé verið að fleygja tyggjói út allt. Því að ég er viss það að þið ágætu eldri borgarar sem sitið hér og eruð að hlusta og hafi verið hérna í umhverfinu að þrífa upp eins og var verið að lýsa hér áðan sem er frábært hjá okkur að ég er næstu vissu það að því að einhvers staðar rekist á tyggjóklessur. Og ég tala nú ekki hérna í kringum verslunarmiðstöðina sem er hér í næsta nágranni. Og einum framhaldsskóla sem ég starfaði við tíma að þar var eitt helsta vandamálið hjá þeim sem voru að þrífa í kringum húsið að það voru tyggjóklessurnar við aðalenganginn á skólanum. Og þetta er líka orðið vandamál hérna í grunnskólanum, það er jú víða bannað að vera með tyggjó inni í skólanum, grunnskólanum og í tímum, en náttúrulega margir sem eru með tyggjó á leiðinni í skólan. Þannig að það er svona ýmislegt sem var hægt að fletta inn í þetta. En við þurfum, það er alveg á hreinu, við verðum að auka umhverfisvitund og ábyrgð borgarana, ekki bara fullorðna fólksins, heldur líka barnana og unglingana, í því að ganga betur nýta það sem við eigum og vera ekki að fleygja út allt því sem við vitum að eigi að fara í ruslið. Takk fyrir. Jóna Björg Sætran, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur Björn Blöndal, borgarfulltrúi, næstu til máls. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég er nú bara í sjálf sem mjög hrifinn af þessari tillögu mörguleyti og var nú að velta vinna mér að samþykkja hana en í ljósi þess sem hefur komið fram í máli bæði borgarfulltrúa Skúla Helgasonar og ekki síður Jónu Bjargar Sætran borgarfulltrúa
hversu mikil vinna þegar í gangi í skólanum varðandi þessi mál að þá tel ég að sé nú mjög skynsamlegt að gera eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason leggur til að vísa henni til skóla- og frístundasviðs sem að getur þá metið hvernig best að tvinna þetta við það starf sem að þegar í gangi í skólanum. Þannig að ég held að þetta sé mjög skynsamlegt hjá tillaga hjá borgarfulltrúa Skúla Helgasyni. Ég tek svo undir með borgarfulltrúa Jónu Björg Sætran að það auðvitað sko töluvert stór hluti af þessu rusli sem að fíkur hér er auðvitað tengt mat og hugsanlega matarsóun og það auðvitað vekur mann til umhugsunar þá óhóflegu notkun umbúða sem í tengslum við meðferð á mat í okkar samfélagi. Það auðvitað alveg reynt furðulegt að ganga inn í stórmarkað þar sem að búið að setja 3 chilipipara rauða í risastórt plastform og plasta svo yfir. Og plastið þyngra en chilipiparinn. Hann þarf ekkert að vera í þessu plasti eða tróða öllu þessu grænmeti, þessu ægilega fína og holla grænmeti, tróða þessu öllu í plast og búið að venja okkur á það að ef við fáum okkur 2 epli þá verður að setja það í plastpoka, það má alls ekki koma nálægt neinu öðru. Þetta er atriði sem ég held að sé mikilvægt að taka inn í þá vinnu sem að mun þá fara fram á skóla- og frístundasviði. Og eflaust þegar í gangi að við veltum fyrir okkur af hverju allt þetta plast utan matinn okkar. Þetta alveg bráðnauðsynlegt? Ég ekki viss það. Takk fyrir. Björn Blöndal borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Jóna Sætran hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil aðeins ítreka það að með því sem ég var að ræða hérna áðan, að þá ég alls ekki að mæla á móti tillögunni. Ég jú í framsókn og flugvallarvinum og við erum með Sjálfstæðisflokknum að leggja þetta fram. Þegar ég var að tala hvað börnin væru vön því að fara út og tína rusl og skoða þessi mál, að þá það einmitt gott innlegg í að virkja börnin enn frekar í þessu samstarfi og efla þeirra umhverfisvitund. Þannig að ég held að Björn Blöndal borgarfulltrúi og við hinn séum nú alveg sammála þessi mál. Ég eiginlega alveg viss það. Því að þetta er mjög þarft málefni. Takk fyrir. Jóna Björg Sætran borgarfulltrúi hefur lokið að veita andsvar og þá andsvarum lokið og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Já, fórstu góði borgarfulltrúar, það virðist nú vera ágætt samstaða þessi mál, þannig að ég hins vegar hefði viljað sjá það þannig að þessu væri vísað til íþrótt- og tómstundaráðs í staðinn fyrir sviðsins. Þannig að þetta verði rætt í ráðinu og íþrótt- og tómstundaráði gæti svo eftir það fyrirgefið skóla- og frístundaráð, ekki íþrótt- og tómstundaráð, skóla- og frístundaráð í staðinn fyrir sviðið að fengi þetta til meðferðar. Þannig að ég kannski óska eftir því að borgarfulltrúi Skúli Helgason taki undir þetta. Takk fyrir. Halldór Halldórsson borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Skúli Helgason óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti borgarstjórn ef andsvar skyldi kalla. Ég teka sjálfsögðu undir þessi orð borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar því þetta var reyndar mín tillaga að það færi vísað þessari ágætu tillögu til skóla- og frístundaráðs sem síðan mun að sjálfsögðu nýta sér krafta starfsfólks á sviðinu. Þannig að það stór hætta á því að við náum saman þetta. Skúli Helgason borgarfulltrúi hefur lokið að veita andsvar þá andsvörum lokið og umræðum sömuleiðis og við göngum til atkvæða þennan annan lið á dagskrá þau sem samþykkja að vísa tillögunni til skóla- og frístundaráðsgjöfumerki samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá göngum við til þriðja lið